Jú, góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og í dag er þriðjudagurinn, 11. febrúar. Nú, þessi þáttur hérna verður með örlítið öðruvísi sniði og þetta er svolítið testrun. Eins og við sjáið þá er ég komin í nýtt umhverfi en ég er búinn að vera svona með þetta í smíðum í svolítinn tíma sem er ástæðan fyrir því að ég hef bæði verið hægari að búa til hlaðvörp fyrir hlaðvarpið Ein Pæling sem og þetta hérna. En núna er svona aðeins að komast mynd á þetta og það sem ég ætlum að gera í dag er að ég er ekki búinn að undirbúa neitt, það er engin prompter fyrir fram að mig, ég er ekki að lesa af neinu, ég er svolítið að taka þetta svolítið svona eins og ég væri bara að taka upp live show. En ég ætla bara að prófa þetta. Mér hefur mjög lengi langað til þess að prófa að gera þetta. Það er að segja að ég er búinn að skrifa hjá mér svona nokkra punkta og í dag er það stefnuræða forsætisráðherra sem fór fram í gær. En þar kom margt áhugavert fram og svo ætti ég líka aðeins að fara yfir borgarstjórnarmálin og það sem kom fram í Silfrinu í gær þar sem allir borgarstjórnarfulltrúar voru samankomnir. En sko það er mjög fyndið með þessa þætti, ég fæla meira feedback á þessa þætti heldur en hlaðvarpið Ein Pæling, þó svo að náttúrulega sko hlustun á hlaðvarpið Ein Pæling sé töluvert meiri, að þá fæ ég samt meira, eins og segi, meiri viðbrögð oft á tíðum frá hlustendum. Þannig að sko ef ykkur líkar þetta, þá með ég endilega láta mig vita því að ég er núna ekki með neitt fyrir fram mig, ég er bara að taka þetta svona í svona ákveðnu spuna og við ætlum að sjá hvernig þetta fer. En hérna, eins og ég var að segja, þá var stefnuræða forsætisráðherra í gær og mér fannst það mjög áhugavert og ég náttúrulega eins og sko minni diggustu hlustendur vita, þá hef ég verið að fara yfir svona, hvað ég að segja, þessu svona stefnu sem að Samfylkingin hefur verið að móta sér undanfarin ár, sérstaklega eftir að Kristrún Frosta kemur upp á sjónarsviðið og ég sagði nú á sínu tíma að hún myndi koma til með að breyta íslenskum stjórnmálum og ég held að við séum svolítið að sjá upphafið af þeim svona straumhvörfum sem að hún kann að hafa og mun að ég tel hafa. Það er aftur á móti margar hindranir í veginum, það er mjög margt erfitt eins og ég hef búin að vera að fjalla að þá held ég að verði mjög erfitt að vera í ríkisstjórn á næstu árum og það hefur ekki bara með innanlandsmál að gera, heldur líka með svona utanríkismál. En ég er búinn að punta hjá mér svona ýmsa hluti, bæði svona sem að hver og einn talaði eða ekki hver og einn, ég fer svona mismikið yfir þetta, það var ekkert mjög mikið, já hvað ég var að segja, það var ekkert eitthvað mjög merkilegt í ræðum allra en sumar ræður voru mjög góðar. En byrjum á Kristrúnu Frostadóttur, hún sagði að þessi ríkisstjórn myndi koma til með að auka hlutdeildarlán og svona skylda það að sko skrá leigusamninga og þetta er eitthvað sem að hefur verið svona gert að einhverju leyti. Það var á sínu tíma, þeir muni kannski eftir því sem hafi verið í einhverjum Airbnb-rekstri, að það voru aðilar sko bara banka upp á og kíkja hvort einhver væri með Airbnb-rekstur og voru að reyna að fá svona nágranna til þess að klaga. En það er svolítið á að taka á þessu og auka eftirlitið. En ég er búinn að vera að hugsa sko, skylda til þess að skrá leigusamninga, hvernig verður það eftirlit? Verður farið í HMS og reynt að senda einhverja svona útsendara til þess að spyrja alla þá svona erlendu aðila sem eru með sín húsnæði skráð, hvað ætlið þið svo að gera við þessar upplýsingar? Ætlið þið, ef þið eru með betri yfirsýn, er það bara það eða verður kannski farið í að reyna að gera, hvað ég var að segja, leigusölum óhagstæðara að vera með húsnæði í útleigu, hvað áhrif hefur það á húsamarkaðinn eða bara á byggingamarkaðinn. Ég held að þetta sé eitthvað sem ætti ekki einmitt út af því að það var mjög mikið komið inn á húsnæði og svona óöryggi. Ég held að þetta sé alls ekki fyrsta skrefið í það að bæta það. En hún segir einnig að það ætla að taka á fæðingarorlofinu og fæðingarorlof óháð fæðingardegi og ég átti barn fyrir ekki svo lengu og ég vissi að þetta myndi koma og þess vegna er ég búinn að vera að bíða með að taka mitt fæðingarorlof út af því ég bjóst við því að þau myndu nákvæmlega koma með þetta útspil og ef þú áttir barn til dæmis á tilteknum tíma að þá myndi það ekki koma í baki á þér, þá á það ekki koma í baki á þér ef að þú
Já, þú getur sem sagt fengið hærri greiðslur en ella. Þú getur fengið greiðslur sem eru samanber greiðslunar í dag en ekki sem sagt háð fæðingardegi barnsins. Og mig grunaði að þetta var að koma, þess vegna beið ég með að taka fæðingarorlofið og ég mun þá fá hærri greiðslu núna. Þannig að takk Kristrún fyrir þetta. Breyta leigubílalögum, þetta er risa breyta. Ég er búinn að vera að pæla mjög mikið í þessu. Það er gauð sem heitir Taxi Hunter á Twitter sem að birta myndbönd af honum einhvern veginn að rífast við erlenda aðila, en svo virðist vera sem að mjög margir séu meðvitaðir að þetta tengist skipulagðri brotastarfsemi og að sérinu verið að nota þennan markað til þess að vera í einhverjum svona athyglisverðum og athugaverðum rekstri. Ég veit að þetta er eitthvað sem að mun verða eldfundi mun eftir þessu, var ekki fyrir svo löngu sem að það var verið að einhverjir voru að sækja nám á íslensku til þess að keyra leigubíla og svo voru bara einhverjar allt aðrir aðilar fengnir til þess að taka prófin fyrir þá og þeir náttúrulega þreyttu aldrei þessi próf og eru bara núna að keyra á götum bæjarins með leyfi og sumir náttúrulega ekki með leyfi, þannig að það verður mjög áhugavert sko, þú veist, eru þau að fara í það að skylda fólk til þess að tala íslensku í leigubílarekstri. Það er eitthvað sem að ég veit að margir eldri borgarar hafa verið að kvart yfir, að þegar þeir stígu upp í leigubíla þá geta ekki gert ráð fyrir því að geta útskýrt fyrir manneskjunni hvert þau eru að fara út af því að þau tala ekki góða ensku, hvorki leigubílstjórinn ég sá sem að er að þiggja farið. Þannig að það verður, ég held að þetta gæti sko orðið miklu eldfimmara heldur en kannski við gerum okkur grein fyrir. En aðalpunktinum sem ég varst lang áhugaverðast í stefnuræðinni hjá Kristrúnu og það var lof Ingu Sæland og hún sem nefnir að hún hafði verið lögblindur öryrki sem hefði stofnað flokk í eldhúsinu og hefði aldrei fengið útrétta hönd og var eitthvað rosa mikið að lofa hana fyrir það að standa uppi fyrir þeim sem að höllust fæti standa og endaði að segja sem að mér fannst vera algjört, það ekki að segja klúður, svolítið svona klúðurslegt, en hún sagði þannig í hvaða landi hefði þetta annars geta gerst og ég hugsaði með mér, er ekki svolítið skrítið að segja mannesku sem er ráðherra í ríkisstjórn á Íslandi að eini staðurinn sem hún gæti náð þessum árangri væri á Íslandi. Og annar þessara flokka var stofnaður á stofugólfinu hjá stoltum öryrkja, baráttu konu á miðjum aldri sem er lögblind og fékk ekki agnarögn af forréttindum í meðgjöf en skellti sér á skólabekkum 50 til að læra lögfræði og hefur þegar náð ótrúlegum árangri í sinni baráttu fyrir tekjulægstu hópa samfélagsins, öryrkja og eldra fólk. Og nú er hún hæstvirtur félags- og húsnæðismálaráðherra. Hvar annars staðar en á Íslandi? Hvar annars staðar en á Íslandi gæti þetta gerst og sýnir þetta ekki hvers konar samfélag við eigum hérna saman og hvað við höfum að verja? Sama hvað hver segir og burt sér frá pólitískum skoðunum, þá megum við öll vera hreykin af þessu samfélagi sem við höfum byggt og stolt af Ingu Sæland. Þetta er stórt og við höfum verk að vinna. Ég skil alveg hvað hún er að reyna að segja, en það hljómar pínu eins og hún sé að segja svona, vissulega er þetta hún var í erfiðri stöðu og það svona, hún náði að berjast í gegnum hindranir, en að segja að hún hefði ekki getað orðið stjórnmálamaður í öðru landi er í rauninni ekki neitt svakalega mikið hrós. Mér finnst hún ekki vera að hæla Ingu Sæland á rétta máta og ég einhvern veginn hugsaði þetta svona, hefði ég viljað svona hrós, hefði ég viljað heyra að Þórarinn Hjartarson er núna kominn sem ráðherra í ríkisstjórn og hann hefði ekki getað náð þessum árangri neins staðar annars staðar. Þetta var svolítið áhugavert og annað í þessu að sko hún talaði þannig fallega Þorgerði, var að segja að það væri samstíga, var að segja að það væri tilbúnar í slaginn og fleiri þar fram til göttunum, en eins og segja hún sló rosalegum gullhömrum í garð Ingu Sæland og ég hugsaði með mér bara, þetta var næstum því of mikið, þetta var eins og þetta væri rosalega þvingað og það sem ég held, eins og ég ætla að koma þetta aðeins betur inn á eftir, ég held að stjórnarandstaðan sé svolítið að horfa á flokk fólksins
sem ákveðna bakdyralausn inn í svona brynju þessara ríkisstjórnar. Ég held að sko, þau horfi á þetta sem veikasta hlekkin án þess að vera nú leiðilegur við flokk fólksins. Það margt fólk sem að mér líkar mjög vel við þar, en ég held aftur á móti og það frekar augljóst að stjórnarandstaðan horfir á þetta verkefni sem eitthvað þar sem að ef við líkjum þessu við fótbolta, að ef að bakvörðurinn búinn að vera meiddur, að þá sækir upp þann væng til þess að ná að markinu og ferði ekki á svona svæði þar sem þeir standa styrkari fótum. Og ég held að þetta gæti orðið vandamál fyrir ríkisstjórnina, sérstaklega ef að þau ætla að fara að nefna, ég nefndi þetta nú í þættum daginn, þar sem að hún var í kryddsíldinni, þar sem að hún sagði í rauninni nokkuð óspurðum fréttum: heyrðu, Inga Sæland fullgildur meðlimur í þessari ríkisstjórn. Og þetta var eitthvað sem að Sigmundur Davíð var eitthvað búinn að vera að skjóta hana aðeins á Ingu, en Kristrún segir nánast bara í óspurðum fréttum bara hérna: Inga Sæland virkur og stöndugur aðili í þessari ríkisstjórn. Af hverju þetta segja það? Af hverju þetta rosalega rós? Hvað þýðir þetta fyrir svona, hvað ég að segja, raunverulega afstöðu og afstöðuna út af við að það sé alltaf verið að hrósa flokki fólksins? Það pínu eins og að ríkisstjórnin sé svolítið að móta eigin afstöðu gagnvart flokki fólksins, því að það þurfi að vera einhvern veginn að passa upp á það að fólk sé ekki með einhverjar aðrar hugmyndir flokk fólksins heldur en að þau vilja að hann sé. Og allavega ef ég væri að aðstoða Samfylkinguna, þá myndi ég, og þetta kemur sérstaklega frá Samfylkinguna, þá myndi ég svona varast það að vera of mikið að tala Ingu Sæland og flokk fólksins í heild sinni eins og sé að ræða barn, sko. Ég einhvern veginn get ekki séð þetta öðruvísi, og þetta í annað skiptið sem að það svona rosalega vel talað Ingu og passa upp á það að hún sé svona þessi hugmynd af því sem að Kristrún segir að hún sé, en ég held að þetta sé eitthvað sem að gæti slegið tilbaka, sérstaklega þegar að sem að náttúrulega óumflýjanlega gerist þegar komum upp einhver mál sem erfið fyrir ríkisstjórnina, þá verður þetta ekkert eitthvað svakalega gott veganesti. En hérna Þórdís Kolbrún mætti hana, talaði utanríkismálin, fór svona svolítið svona hörðum orðum náttúrulega yfir ríkisstjórnina sem að kannski var alveg eðlilegt, sagði að það væri ekkert spennandi að tala utanríkismál og hún þekkti það vel. Hún náttúrulega búin að setja sig svolítið til hliðar, svona Áslaugar megin held ég í þessum formannslag sem að fer fram núna í lok þessa mánaðar, sem verður mjög spennandi. Guðrún Hafsteinsdóttir og Áslaug Arna svona þeir aðilar sem að munu koma til með að verða líklegastir allavega. Það annar sem heitir Snorri Ásmundsson, sem ég held ekki sé að gera þetta sem svona ákveðin gjörning, en það verður spennandi að fylgjast með því. En Sigmundur Davíð átti líklega að mínum mati ræðu kvöldsins. Hann fór svona, og eins og segi, þetta var búið að vera frekar rólegt áður en að Sigmundur Davíð fór upp í pontu, en hann skaut einmitt á flokk fólksins undir þeim formerkjum sem ég var að lýsa hérna áðan, að það væri búið að móta svona afstöðu það að þau væru fullgildur meðlimur og þau væru stendur styrku fótum og þau séu samstíga, en væri svona ákveðin bragur yfir þessu eins og að jafnvel ríkisstjórnin væri með efasemdir flokk fólksins sjálf. Nefndi þannig þau hefðu svikið 450.000 króna loforð að laun upp að 450.000 krónum þau skatta- og skerðingalaus. Nefndi bókun 35 sem náttúrulega orðið frægt að Eyjólfur Ármannsson virðist hafa gefist upp á, þrátt fyrir það að hafa sagt að þetta væri stjórnarskrárbrot. Sala Íslandsbanka ekki lengur svo kullgæð sem þau voru með. Orkupakki 4 sprengdi norsku ríkisstjórnina og spurði hvort að flokkur fólksins myndi standa í lappirnar gagnvart því, og hann sagði að flokkur fólksins væri Kalli í sælgætisgerðinni, sem sem sagt saga, svona dæmissaga það að ungur strákur sem að fer í sælgætisgerð og endar á því að taka yfir sælgætisgerðina eins og hann lýsir þessu. En eins og segi, ég ætla ekki að fara út í þá sögu. En hann nefndi líka, Samfylkingin lenti í sama og bláa lónið, að planið væri horfið, og eins og ég segi að þarna sem að ég var nú að nefna sem að var feilspor því miður
fyrir Kristrúnu að ég tel að Sigmundur Davíð náttúrulega pikkaði þetta upp fljótt og sagði aldrei heyrt forsætisráðherra enda ræðu á því að réttlæta það að sé ákveðin ráðherra í ríkisstjórninni. Þetta er náttúrulega stórkostlega undarlegt. Ég held að þau ættu einmitt að bera sig aðeins, vera með aðeins meira kassan úti, sko. Ég er eins og ég er búin að vera að fjalla undanfarin, svona 1,5 ár, þá er skilgreiningavald gríðarlega stór hluti af því hvernig afstöðu almenningur tekur til þín sem stjórnmálaflokks eða stjórnmálamanni og ég held að ríkisstjórnin eigi það á hættu og sé jafnvel aðeins byrja á því að stíga í þær gildrur sem að stjórnarandstaðan er búin að leggja upp. Hægt að færa rök fyrir því að Sjálfstæðisflokkur hafi gert það líka með að tala um þetta herbergi þannig, en ég er ekki að tala um það. Ég held að það sé mjög mikilvægt aftur á móti fyrir þessa ríkisstjórn að vera svolítið með kassan úti, vera ekki kannski álíta stjórnarandstöðuna eins og hún sé jafn rétthá í því að geta tekið ákvarðanir eins og ríkisstjórnin. Ég kann eiginlega ekki að lýsa því betur. Það er svolítið eins og að ríkisstjórnin núna álíti eða beri jafn mikla virðingu fyrir stjórnarandstöðunni eins og hún sé ennþá í ríkisstjórn, eins og hún sé ennþá að taka ákvarðanir. Það er búið að vera rosalega mikið svona viðbragðstónn í öllu sem að við kemur þessum efnum. En Inga Sæland kom, fjallaði það að konur væri í öllum oddvitasætum sem að eins og mínir hlustuðu vita, mér finnst frábært, mér finnst það mjög mikilvægt að það sé fólk að ákveðinni kyni í ákveðnum stöðum, það eru framfæri víst í dag. Hún var í hennar til að berjast fyrir fátækt barna, eða gegn hennar fátækt barna afsakið. Öryrkjar myndu koma til með að hafa tekjur, örorku eftir 67 ára aldur og lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna fatlað fólk. Ég vinn með fötluðum, búin að gera það í 15 ár. Mér finnst þetta rosalega sérstakt út af því að núna hefur, við erum alltaf að tala um einhver samning, Sameinuðu þjóðanna fatlað fólk. Ég hef vunnið líka með fötluðum á Indlandi og en það er ekki víðar en maður hefur svona farið á ráðstefnur þar sem er svona alls konar aðilar að aðstoða fatlað fólk og í fátækari löndum þá er fátækt fólk ekki þau búa ekki við sömu lífskjör þó svo að náttúrulega megi alltaf bæta hérna á Íslandi að þá eru fatlaðir erlendis búa við miklu rýrari kjör og ég hef verið að pæla svo mikið í þessu lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna fatlað fólk. Ég veit ekkert hvað þetta er. Það hefur ekkert verið talað þetta í vinnunni hjá okkur, hvort að við séum yfir höfuð að vinna undir þeim formerkjum. Ég held að eins og svo margt sem að við kemur svona rosalega stóru alþjóðavaldi að þá er þetta eitthvað svona skriffinsku bákn það að það verði mótaðar enn einn skrifstofan til þess einhvern veginn að segja öðrum sem að vinna á gólfinu með fötluðu fólki hvernig þau eiga að vinna. Það verður engin eftirfylgni eða neitt þannig. Það snýr ekkert það að þú sért einhvern veginn að koma fram við fatlaða öðruvísi. Það snýr fyrst og fremst að því einhvern veginn að eins og búið að vera að gerast undanfarin ár að það er orðið rosaleg yfirbygging í öllu sem við kemur því að aðstoða fatlað fólk á sama tíma og það er búið að vera niðurskurðarkrafa á Reykjavíkurborg og sambýli þar. Það er gríðarleg krafa á forstöðumenn til þess að skera niður sem að hefur komið niður á þjónustu. Það er verið að ýta undir það og passa upp á það að fólk sem að sækja sér menntun sé ekki að sækja vinna á sambýlum út af því að við höfum mótað þá afstöðu að fatlaðir eigi frekar þá að fá þjónustu frá ófaglærðu fólki. Það er ótrúlega mikil niðurskurðarstefna í þessu en við fáum samt einhver svona mynd frá Alþingi það að sé rosalega mikið verið að gera fyrir fatlaða með því að samþykkja og innleiða eitthvað plagg og það stendur eins og ég segi lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna fatlað fólk. Hvað ætla að gera fyrir fatlað fólk? Hætti að tala einhver lögfestan samning. Það er niðurskurðarkrafa hjá Reykjavíkurborg á sambýlum þannig að það er verið að skerða þjónustuna en sama tíma
þá erum við einhvern veginn að tala um það að sé eitthvað rosalegt framfaraskref. Þetta er með svo ótrúlega margar hluti. Maður sér þetta hérna ýmsu minnihlutahópa þar sem að kemur eitthvað fólk sem er búið að sækja sig gráðu í einhverju svona bullfræðum og er einhvern veginn að skrifa einhverja skýrslur það hvernig þau sjá fyrir sér að hafa hlutina. Ekkert praktískt eðli, oft á tíðum algjörlega þversagnarkenndar svona bullskýrslur, en þetta hjálpar okkur svona þetta hjálpar ákveðnum aðilum sem eru með rosalega, gríðarlega stórar hugmyndir sjálfa sig, hvað eru góðar manneskjur, að vera einhvern veginn að sofa aðeins betur á nóttunni. Að vera einhvern veginn aðeins betri og vera góðar manneskjur undir þeim formerkjum að sé rosalega mikið að vera að tala þessa hluti, hittast svo í einhverjum 200.000 króna drögtum og tala það hvað þau hafa gert mikið fyrir fatlað fólk. Það er aldrei hitt fatlað manneskjur, eru bara að skrifa einhverjar skýrslur. Þetta er algjörlega stjórnlaus galli. Þetta minnir mér reyndar á það að Atli Harðarsson sem sagt á menntavísindasviði HÍ var að skrifa einmitt pistil það að það væri komin upp hræðileg staða á öllum í Breiðholtsskóla að mér sýndist, og þar hafi verið sem sagt foreldrar sem að hefðu kvartað sáran yfir því að það væri ofbeldi sem grasseraði og það væri komin upp mjög vond staða hvað varðar allt utanumhald og ofbeldi og kynferðisofbeldi ungra barna, og að yfirvöld bara hummuðu þetta af sér. Fullkomin birtingamynd að nákvæmlega því sem ég er að tala það er búið að móta okkar afstöðu gagnvart í eitthvað neina við sem er einhverjum skýrslugerðum og eitthvað svona fólk sem er ekkert í neinni vinnu með svona fólki, bara einhver risa yfirbygging sem er að tala eitthvað svona að innleiða einhverja svona inngildingar þvælu og að við sem að koma til móts við hópana með einhverjum skýrslugerðum og eitthvað. Svo kemur bara daginn það er staðan er bara mjög vond. Þeir sem eru nákvæmlega í þessum skýrslugerðum öllum tala við setjum þetta fyrir nefnd. Ég ætla að fletta þessu upp það var frábært eins og segi, Atli Harðarsson skrifaði þetta og mér langar eiginlega bara svona að lesa þennan pistil í heild sinni því ég deildi hann og svo. Ofbeldi og skrifræði á sterum. Í Morgunblaðinu í dag eru skelfilega frásagnir af ofbeldi meðal skólakrakka hér á landi, hér í borg. Eitt af því sem sló mig þegar ég las þetta var það sem segir aðgerðaáætlun borgarinnar gegn ofbeldi á síðu 16 í blaðinu. Þar kemur fram að hún sé unnin, þetta er í quote unquote, unnin af mannréttinda og ofbeldisvarnaráði í samvinnu við svið borgarinnar, öldungaráð, aðgengis og samráðsnefnd í málefnum fatlaðs fólks og fjölmenningaráð. Hugsaðu ykkur líka, ég veit ekki hvað heitir á íslensku, agency vandamálið Það er náttúrulega engin, þetta er einhver 10 ráð þar sem allir eru með einhvern auka 300.000 kalla mánuði fyrir að mæti fund, 2 svar eða eitthvað. Eru svo að hittast á einhverjum fjölmenningaráðsfundum og öldungaráðs og aðgengis og samráðsnefnd og alltaf ekkert gerist. Það er enginn sem tekur ábyrgð það er ekkert praktískt eðli það, hvað við erum með krakka sem er að gera allt vitlaus út af því að hann er að beita krakkana ofbeldi og jafnvel kynferðisofbeldi. Við þurfum að koma úr umferð og við þurfum að hafa einhvern stað fyrir hann, já vissulega, en hann fær ekkert að taka þátt. Ég man eftir því þegar ég var ungur, það var bara fólki að henda úr skólanum, það var þótti ömurlegt að vera að henda úr skólanum. Nei, nú erum við bara með einhverja inngildingar og fjölmenningar og öldungaráð og aðgengis og samráðsgátt en svo heldur hann áfram. Einnig er getið samráðs við fjölmörg félög og stofnanir og heilmikla vinnu á efri hæðum stjórnsýslunnar. þar sem hægt er að funda og skrifa skýrslur, en ég spyr hvort tíma fullorðina sé ekki betur varið að vera hjá börnunum sem er beitt ofbeldi og veita þeim vernd með nærveru sinni. Eru allir orðnir svona miklir fagmenn að þeir geti bara unnið við skriffinsku, stjórn og stefnumótun, að eyða meiru í Excel skjöl rekstur fastegna en að skríða með tusku út í horn og skot verður til þess að húsin mikla. Að leika svipaðan leik með varnarlaus börn er enn meira alvöru mál. Og ég las þessa grein og þar er einmitt bara svona usual suspect sem að einhvern veginn hafa verið í því að takast á við svona hinn ýmsu vandamál. Og við erum gjörsamlega að gera grín að okkur. Að við teljum í alvöru tala að sé að svona mál verði leyst með einhverjum fundarhöldum og skýrslugerðum. Þetta er, og ég veit alveg og ég er reyndar persónulega sammála því að það er búið að vera vandamál með það að gera að það hefur verið svona
aukin tortryggni gagnvart sérfræðum þekkingu og ég er sammála því að menntun og sérþekking sé gríðarlega mikilvæg en sko það sem að þarf þá kannski að spyrja er hvaðan kemur svo tortryggni að fólk efast í rauninni flest sem þú gerir ef að þú ert sérfræðingur á einhverju sviði þá verður þú að sýna ágóða af því að það sé skynsamlegra að taka þín ráð heldur en að taka þau að handahófi. Í dag virðist það vera sem að það er ekki betra, ég meina ef ég myndi ráða einhvern af dekkjaverkstæði og nú er ég alls ekki að gera lítið á dekkjaverkstæði, ég er búin að tala um það að mjög mikilvægt að fólk sem vinnur á dekkjaverkstæðum sinni vinnu pæli ef að þau fari nú í verkfall yfir veturinn, en allavega ef að fólk á dekkjaverkstæði sem hefur eðli máls samkvæmt ekki sérþekkingu á málefnum barna, ef þau myndu rekast á svona vandamál, hann bara heyrðu, við þurfum bara að koma þessum aðila úr umferð, það er bara ekki spurning. Er það ekki augljóst? Er það ekki augljóst að ef einhver er að beita ofbeldi þarf aldrei að sko takast á við neinar afleiðingar sem við gjörðum að hann bara haldi áfram? Nei, við fáum bara einhver sálfræðing og einhver inngildingasérfræðing og einhver sérfræðing til þess að hittast sko ekki með barninu heldur til þess að skrifa skýrslu eitthvað svona makró samhengi þessara hluta. Við erum algjörlega að gera grín á okkur. Ég þarf að fara að þjóta. Ég ætlaði að fara yfir fleiri ræður en ég kannski bara gera það sérna. Jóhann Páll var með frábæra ræðu þar sem hann var bara skaut hart á Sigurð Inga, sagði hann ljúga stefnuræðu Kristrúnar. Ég eins og segja, hann félagið minn líka sko, en ég mjög spenntur fyrir Jóhanni Páli á þessu, í þessu embætti. Ég veit ekki alveg, það þarf kannski að fara varlega í það að vera of mikið svona á aggressjónunni, en mér varst það samt koma vel út í gær. Hann sagði bara að það myndi koma með þessi tré þarna út á flugvellinum. Þessi tré myndu falla í fyrramáli. Trump skilaboð, en þetta var líka alvöru skilaboð til borgarmeirihlutans. En ég verð að ljúka þessu á nokkrum orðum Silfrið í gær. Og þar voru allir borgarstjórnarfulltrúar mættir, en eins og allir vita þá er Einar Þorsteinsson búinn að sprengja þennan frábæra meirihluta sem að er núna reyndar að tala saman. Það virðist vera að Flokkur fólksins og sósíalistar munu jafnvel verja þennan þessa borgarmeirihluta. Hvort það verið farsælt veit ég ekki sko. Ég held að reyndar það besta sem að geti komið fyrir hægri menn og sjálfstæðismenn og reyndar Framsókn kannski líka, ég veit ekki hvernig Framsókn kemur undan því væri að þessi borgarmeirihluti myndi halda áfram í 1 ár. Hræðilegt fyrir borgarbúa að mínum mati, en ég held að það er frábært fyrir þá sem eru í stjórnarandstöðu. En sko núna náttúrulega er alveg sérstækt er að það var ákveðin atburðarás. Einar Þorsteinsson sprengi meirihlutann svona vitandi það að hann taldi að þeir myndu geta tekið saman með Flokki fólksins, Viðreisn og Sjálfstæðisflokknum, nema Flokkur fólksins kom á daginn að þau mátti ekki fara í þetta ríkisstjórnarsamband, og það er ný kona komin sem að heitir Helga Þórðardóttir held ég. Ég hef ekki séð hana áður, ég var að sjá hana bara í fyrsta skipti í þessu Silfri í gær, en hún er allavega núna aðalmanneskjan eftir að Kolbrún fór á þing fyrir Flokk fólksins. Þá er hún komin inn, þessi Helga Þórðardóttir held ég að hún heiti, nema að hún var búin að einhvern veginn að samþykja það í einhverjum hálfkveðnum vísum að þau myndu koma til með að taka saman við þessa flokka. Þá mætir Inga Sæland og segir bara nei og ekki nóg með það, bara þið eru alls ekki að fara að vinna með Sjálfstæðisflokknum. Og ég hugsaði með mér sko, ef að Hildur hefði verið núna, segjum svo að hún hefði verið þessi svona X-faktor í því að taka saman við nýjan meirihluta, ef að Bjarni Benediktsson hefði sagt bara nei Hildur, þú mátt það ekki, og bara skrifa það. Ég er ráð fyrir því að Inga hafi nú ekki ráðfært sér við neinn, en sko núna er búið að vera ótrúlega mikið til tals að Flokkur fólksins sé einhvern veginn svona einvaldsflokkur, þar að segja að Inga Sæland ráði öllu þarna. Mér fannst þetta ekki flott þarna hjá henni að reyna að kveða þær vísur í kútin, að mæta strax, og það var búið að svona í hálfkveðinu vísum að samþykja nýjan borgarmeirihluta
að taka fyrir hendurnar á fólkinu, eins og segi, ef að Hildur hefði bara verið settur fóturinn fyrir dyrnar og Bjarni myndi bara segja nei, það er ekki séns og þú mátt megi gera þetta. Sko, Hildur og þessi Helga, þetta eru kjörni fulltrúar í borgarstjórn. Auðvitað hafa formenn einhvers konar boðvald eða kannski, ég veit ekki hvort þessi boðvald, þeir hafa einhvers konar áhrif á það hvernig borgarmeirihluti stjórnar, en ég get ekki séð fyrir mér neinn annan flokk þar sem að formaður hefði opinberlega tekið fyrir hendurnar á oddvita í borgarstjórn. Ég bara, og eins og segi, ef að flokkur fólks er að hlusta, ég veit að einhverjir af ykkur hlusta, þið verðið að passa upp á smá narratífu sjálf ykkur. Þið megið ekki stíga á þær jarðsprengjur sem augljóslega, sko, og þessi er ekki einu sinni lögð fyrir ykkur. Inga verður að gera þetta snirtilegra. Inga verður þá að fara og hringja í hann, bara, heyrðu, þú mátt alls ekki gera þetta. Láta hana svo spila úr því. Ekki mæta opinberlega og taka fyrir hendunar á kjörnum fulltrúum. Samhliða því að reyna að móta þá stefnu að þú sért með allt í rosa dreifstýringu og treystir öllu sem þú vinnur með. Mér fannst þetta, eins og segi, mér fannst þetta alveg ótrúlegt. Lokapunkturinn, út af því ég er þetta með trilljón punta, ég skrifa allt honum mikið niður. Heiða Björg Hilmarsdóttir, þegar hún segir að þessi flugvöllur sé ekki að fara neitt. Umræðan flugvöllin hefur verið sko alla mína ævi, trúið mér. Og hún verður örugglega alla mína það sem eftir að minni ævi. Og hann er ekki að fara neitt. Það er ekki, sko, við erum átt að búa til umræðefni. Það þarf bara að tryggja öryggi flugvallarins, hans er starfhæfur, samkvæmt samningum við ríkið. Ef að við erum ekki sáttir samninga við ríkið, þá þurfum við að taka upp samninga við ríkið og gera nýjan. Er ótöldið samfélkingarna að segja að flugvöllurinn er ekki að fara? Þetta er stórtíðindi. Hvaða veruleika erum við allir komin hérna í? Í þessu samningu við ríkið og gerum samning við ríkið. Flugvöllurinn sé að samfélkingin í alvörinu að halda því fram hér, bara með opin augun, framan alþjóð, að segja það að flugvöllurinn sé ekki að fara. Það er sko Það er stefnubreyting. Nei, það er engin stefnubreyting í því. Það er aldeilis að það að sprengja hennar meirihluta hafa góð áhrif. Það er engin stefnubreyting í því. Ef þið hafið hlusta á samfylkingunni undanfarinnar og kannski lesi líka samstarfssáttmálann sem að við gerðum. Ég held að þetta kemur örugglega mörgum spánsfyrir. Nei, þá er það að við ætlum að tryggja öryggi flugvallarins og leita öðrum staðsetningum, bara lesið stefnu samfélkingarinnar og þá liggur þetta allt. Ég held að þetta sé svakalegasta gaslýsing sem ég hef nokkuð tímann séð í sjónvarpi. Og ég get ekki annað en verið sammála. Mér náttúrulega líkar ekki vel við Heiðu Björg Hilmarsdóttur sem stjórnmálamann. Ég tel að hún hafi of mikið, hefur svona hagað sínum málum á hálf galinn máta. Sérstaklega varðar börn og getu þeirra til að lesa og skrifa. Hún hefur haft gríðarlega áhrif í því sem að reyndar enda á því að hún eftir að hafa staðið svona rosalega mikið með kennurum sko og sagt að kennarar standi sér rosalega vel og að þetta sé nú allt í góðu þó svo að krakkar kunni ekki að lesa og skrifa. Blokkaði Jón Pétur Símsen alltaf á Facebook, Jón Pétur Símsen er alltaf komin á þing núna, blokkaði Jón Pétur Símsen á Facebook fyrir það að koma með athuganir það hvernig hún ætlaði að reyna að takast á við það sem formaður Íslenska sveitarfélaga að bæta úr skák hvað var það lestur barna. Hún blokkaði hann á Facebook út af því og en hún þannig orðin oddviti samfylkingarinnar. Ég reyndar held að sko Kristrún og Jóhann Páll og fleiri innan samfylkingarinnar séu nægilega sniðug til þess að passa upp á það að hún verði ekki oddviti í næsta borgarmeirihluta. Ég held að það yrði hræðilegt fyrir samfylkinguna að nýta þá krafta sem að núna, eða þann byr í seglunum sem núna með því að setja hana í oddvitasæti. Ég held að það yrði algjör afleikur og nú segi ég það ekki sem einhver hagsmunaaðili eða eitthvað þannig. Ég bara held að það yrði algjör afleikur. Ég held mjög mikið með samfylkingunni sérstaklega í þessari ríkisstjórn. Mér varst eins og ég var ræðan, Kristrún hefði getað gert það snyrtilegra, Jóhann Páll gerði það frábæla. En eins og segi, hún segir þannig að flugvöllurinn sé að fara og sagði svo bara, já þetta hefur alltaf verið á stefnu samfylkingarinnar. Aldrei hefur þetta verið á stefnu samfylkingarinnar. Aldrei hefur maður heyrt einhvern frá samfylkinginu segja að flugvöllurinn náttúrulega ekki að fara neitt. Þetta hefur verið bara svona eitthvað framsvona, jafnvel sko sjálfstæðismenn hafi ekki eins og sagt þetta. Það hefur eiginlega enginn sem hefur verið svona titlaður sem andstæðingur flugvallarins sagt nokkuð á þessa leið. Þess vegna var þetta svo ógeðslega að fyndið þegar hún segir bara já, nei, þetta hefur alltaf verið á
stefnu samfélkingarinnar að segja að flugvöllurinn fari ekki neitt, svo fyrir hann eitthvað að bakka út með eitthvað, já, meðan hann þarna og meðan við erum ekki á annar stað, sko. En hún sagði bara hreint út, bara flugvöllurinn ekki fara neitt og sagði svo í kjölfari bara, já, nei, þetta hefur alltaf verið á stefnunni. Og Einar Þorsteinsson, hún alltaf fór bara í hláturskast, það er ekki hægt að halda haus hafandi hitt svona. En hérna, herri, ég verða þjóta. Sko, ef að þið fíluð þetta, þá í fyrsta lega náttúrulega megið fara inn á partus.is/1pæling og gerast áskrifendur þar. Mér langar rosalega mikið að halda þessu úti og ég geri það í krafti áskrifenda. Þannig að ef að þið líkar við þetta, ekki hugsa þetta þannig að ég sé eitthvað að reyna að ná einhverju svona, já, út af því ég ætla að hafa þetta þannig að þeir sem eru áskrifendur fá þættina fyrr og án auglýsinga og eitthvað fyrir þar fram til gotunum. En ég vil samt ekki að fólk hugsi þetta þannig. Ég vil líka að fólk hugsi þetta aðalega út frá því að ég sé að reyna að bæta umræði í landinu. Og ef það er líka það, þá þarf það að vera í krafti einhvers konar, lífsviðu væris og eins og segja, ef þið líkar við þetta partus.is/1pæling, gera subscribe á þessa rás, en einnig ef þið líkaði við þetta fyrirkomulag sem ég var að fara núna yfir, þar sem ég eins og segja, ég vanalega með eitthvað svona fyrir fram með það sem ég að tala um þetta, en núna var ég að taka þetta ákveðnum spuna. Ég veit ekki hvernig það gekk, þið verðið eiginlega að segja mér það, eins og segja, þið eru vön að gefa mér feedback á þessa þætti, þannig að þið með endilega segja mér það ef að ykkur líkaði þetta. Takk aðeinslega fyrir að hlusta, subscribe á þessa rás partus.is/1pæling og láta mig vita hvort þið fílið þetta. Hafið það gott!